Gott kvöld, velkomin í Fokkfréttir. Borgarráð hefur samþykkt að reisa 600 ný smáhýsi fyrir námsmenn og heimilislausa, en aðeins í SketchUp appinu. Talsmaður borgarinnar segir að þetta sýni að vilji sé fyrir hendi þótt ekki séu til lóðir og að frændi borgarstjóra muni sjá framkvæmdina. Verkefnið verður sýnt í sýndarveruleikagleraugum í listasafni Reykjavíkur og heildarkostnaður áætlaður 36 milljarða. Samgönguráðherra hefur ákveðið að breyta þjóðvegi 1 í einstefnugötu til að draga úr viðhaldskostnaði og hvetja fólk til að velta betur fyrir sér í hvaða átt það vill fara í lífinu. Ráðherrann hyggst stefna til þjóðaratkvæðagreiðslu það hvort fólk aki þjóðveginn framvegis réttsælis eða rangsælis. Samkvæmt nýrri stefnu Reykjavíkurborgar verða öll götuljós slökkt á nóttunni á milli 11 og 6 til að spara orku og gefa rottum tækifæri á almennilegu næturlífi. Lögreglan fagnar ákvörðuninni og segir lögreglustjóri að svona dragi athyglina frá því hvað við gerum lítið. Og þá að dálítið óhefðbundnum veðurfréttum, en veðurfræðingi Fokkfrétta var sagt upp störfum í dag eftir að hafa öskrað á fréttastjóra. Þú ert á Íslandi, Friðþjófur. Þetta verður aldrei betra, bara öðruvísi. Þannig að líklega verður bara gul veðurviðvörun áfram í gildi. Þetta voru Fokkfréttir kvöldsins. Við minnum á að við erum algjörlega frjáls og óháður fréttamiðill, en að fyrirtæki geti keypt jákvæða umfjöllun hjá fokkfréttir@gmail.com.